fastanefndir, aðranefndir, stjórnir og ráð sem sveitarfélagið á aðild að. Þar vil ég benda á að í kafla A og í 5. tölulið að þar kemur fram að kjörstjórn við sveitarstjórnar og alþingiskosningar, þar stendur kjósa skal 5 aðalmenn og jafnmarga til vara, samkvæmt 14. grein laga kosninga til sveitarstjórnar nr. 5/1998 og samkvæmt 10. grein laga kosninga til alþingis nr. 24/2000. Þetta ekki rétt, enda glöggir sveitarstjórnarfulltrúar hafa tekið til því að við kusum hér 3 aðalmenn og 3 til vara hér rétt áðan. Og það það sem stendur í þessari 14. grein sveitarstjórnarlaganna. Það eigi að kjósa 3. Þannig að þessu þarf að breyta í samþykktunum. Þetta hefur bara verið gerð mistök. Og sömuleiðis á vísunin ekki að vera 10. grein laga kosninga til alþingis. Það á vísa til 15. grein laga kosninga til alþingis. Þannig að þetta eitthvað sem þarf að taka til skoðunar á milli umræðna og leggja fram breytingartillögu. Sömuleiðis vil ég þá benda á að í C-kafla 48. greinar í öðrum tölulið þar fjallað kosningu í almannavarnanefnd Múlaþings og þar ákvæðið hljóða svona í samþykktunni: sveitarstjórn skipar 4 aðalmenn og jafnmarga til vara samkvæmt 9. grein laga almannavarnir í samráði við aðrar sveitarstjórnir í umdæmi sýslumannsins á Austurlandi sem formaður nefndarinnar. Þetta á að vera lögreglustjórinn á Austurlandi en ekki sýslumaðurinn á Austurlandi. Þannig að þetta það sem að ég boða að verði lagðar fram breytingartillögur fyrir aðra umræðu. Og sömuleiðis kannski mætti skýra þetta af því að þarna talað að kjósa 4 en ég held að það sé okkur ljóst að það gert ráð fyrir því að komi 1 frá hverju sveitarstjórn. Þannig í rauninni þess vegna talað að sveitarstjórn kjósi 4 í samráði við aðra en það þá 1 frá hverju sveitarfélagi innan umdæmis lögreglustjórans á Austurlandi sem að fer í almannavarnanefndina. Þetta ekki 4 á hvern. En að öðru leyti hvet ég bara til þess að menn komi fram með sínar ábendingar og athugasemdir hér við umræðuna og eins glöggvi sig á ákvæðunum á milli umræðna og við höfum þá tímann til að gera úrbætur og afgreiða þetta á næsta fundi sveitarstjórnar. Takk fyrir þetta. Mælendaskrá opin. Ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Það ekki. Þá ætla ég að bera upp svohljóðandi vísunartillögu: sveitarstjórn samþykkir í samræmi við fyrirmæli 1. töluliðs 1. málsgreinar 18. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 að vísa málinu og fyrirliggjandi tillögu til síðari umræðu á næsta fundi sveitarstjórnar. Þeir sem eru þessu samþykkir vinsamlegast gefið merki. Þetta samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin hljóð. Þá erum við komin að 5. lið sem sameiningu veitustofnana við Hitaveitu, Egilsstaða og Fella. Þar liggur fyrir eftirfarandi tillaga: sveitarstjórn samþykkir að vatnsveitur og fráveitur Borgarfjarðarhrepps, Seyðisfjarðarkaupstaðar og Djúpavogshrepps sem hafðir reknað sem B-hlutafyrirtæki sveitarsjóðanna verði sameinaðar og færðar undir Hitaveitu Egilsstaða og Fella EHF ásamt Hitaveitu Djúpavogshrepps. Yfirfærslan miðist við bókvært verð eigna og skulda í lok september 2020. Björn Ingimarsson hefur beðið orðið og mælendaskrá opin varðandi þennan lið. Forseti, gott fundarfólk. Ég ætla nú að byrja á því að þakka það traust sem mér sýnt við það að fá að starfa hér sem sveitarstjóri sameinaðs sveitarfélags. Ég lít með tilhlökkun til þess starf sem framundan reynslan af því að starfa með þeim hóp sem vann að þessari sameiningu góð. Andinn í þessari vinnu hefur verið góður, mikil samstaða og ég hlakka því til að starfa með ykkur allan næstu tæpu 2 árin. Þannig að ég vil þakka þetta koma því bara hér á framfæri. En varðandi sameiningu veitustofnana, þá var þetta nú eitt af því sem að kom út úr þessari vinnu. Að það var eiginlega niðurstaða okkar sem að unnum í undirbúningsstjórninni að það væri skynsamlegt að færa veitustarfsemina undir einn hatt, að vera ekki með þetta aðskilið. Við hefum verið með þetta hér hjá Fljótsdalshéraði síðan
ef mann rétt 2011 hefur öll veitustarfsemi verið á einni hendi og af því hefur fengist góð raun og við fengum síðan í rauninni fulltrúa KPMG til þess að fara yfir þessa valkosti og velta því upp kostum og göllum við þetta og niðurstaðan þar svo að það sé skynsamlegt að gera þetta með þessum hætti, færa þá eignirnar yfir á bókfærðu verði og þar sem að við stöndum kannski frammi fyrir því að einstakar veitur séu í skuld við sveitarsjóð, þá sé slíkt afskrifaðar, slíkar skuldir séu ekki færðar yfir til hitaveitu, þannig en hins vegar verði síðan heildar áhrifin af eigin fé veitnanna, því verði mætt með þá aukningu hlutafjár. Þannig að það séu í rauninni ekki verið að mynda skuldbindingar á milli hitaveitu annars vegar og sveitarsjóðs sameina sveitafélags hins vegar, heldur séu við í rauninni að færa þessar eignir yfir á bókfærðu verði og það speglist síðan í þá bara fjárhæð, heildarfjárhæð hlutafjár, heildarupphæð hlutafjár. En tillagan sem sagt í þessa veru og það sem að hefur verið lagð áhersla á að mikilvægt sé að þessi yfirfærsla eigi sér stað 1. október. Það að segja að þessi breyting, við sem ekki bíða með hana til áramóta, heldur fylgi hún nýju sveitafélagi, þessi yfirfærsla. Og á það hefur verið lögð töluverð áhersla bæði hjá okkur endurskoðendum og það var líka niðurstaðan úr þessu vinnu, það væri skynsamlegt að gera það svo. Það voru ekki fleiri orð. Takk. Takk fyrir þetta. Mælendaskrá er opin, ef eitthvað vil taka til máls undir þessum lið. Stefán, gjör svo vel. Forseti og ágæta fundafólk, ég vil þakka Birni Ingimarssyni sveitarstjóra kærlega fyrir greinargóða kynningu á þessum máli. Ég vil þó beina til hans fyrirspurn og það nú aðalega vegna þess að mér hafa sjálfum borist fyrirspurnir þess efnis frá íbúum og ég held að sé nú kannski bara rétt að fá það þá fram í umræðu hér. Það rauninni kannski fyrst og fremst hver ástæðan fyrir því ákveðið að fara þá leið að fara með veiturnar út frá sveitafélagunum og inn í félag en ekki hinn áttina, það að segja úr félagi og inn til sveitafélags og hvort að þeirra var verið að meta fjárhagslega þætti við það var það þá skoða þá á báðum hliðunum, það að segja sem sagt mögulegt fjárhagslegt hagræði að því að hafa þetta í sér félagi og svo líka hagræðing sem kæmi með frekari samþættingu starfseminnar inni hjá sveitafélaginu. Það er augljóst að þetta er einhverjum allavega töluvert hugðarefni þarna úti og ég held að sé því ágætt að fá að heyra aðeins um það hvað liggur til grundvallar ákvörðuninni að fara í þessa átt. Takk fyrir það. Björn, þú vel. Já, forseti og gott fundarfólk. Já, varðandi fyrirspurn sveitarstjórnarfulltrúa Stefánsboga. Þá var þetta menn í rauninni veltu held ég við öllum steinum þegar við vorum að skoða þetta á sínum tíma. Menn veltu því fyrir sér að í rauninni leggja í rauninni af starfsemi hitaveitunar sem einkahlutafélags og fara með það inn sem bara B-hlutaeiningu inn undir sameinað sveitafélag. En eftir að hafa í rauninni farið yfir þetta bæði með okkar endurskoðendum og skoða þetta varðandi útfærslur hjá öðrum sveitafélagum sem hafa farið svona svipaðar leiðir, þá var niðurstaðan svo að það væri langskynsamlegast að gera þetta, færa þetta frekar en að fara að gera upp einkahlutafélagið þar sem við erum þegar komin með alla veitustarfsemina inn og færa það yfir til sveitafélags, þá væri þetta skynsamlega.
Ég er nú ekki alveg með í kollinum nákvæmlega öll rökin fyrir þessu en ég man það alveg að á hvernig tíma þá vorum við þeirra skoðanar að fara hina leiðina. En sérfræðingum tókst nú alveg að sannfæra okkur það að þetta væri rétta leiðin og ég held að svo sé. Síðan erum við, það sem við erum í rauninni að gera er það, við erum að fara með í rauninni eignirnar og reksturinn að ákveðnu marki. Ef við horfum á þetta eins og til dæmis hér á þessu svæði sem að tilheyrið áður Fljótsdalshéraði, þá er í rauninni allt mannahald og rekstur og eignir undir einkahlutafélaginu eða Hitaveitu Egilsstaða og Fella. Það er ekki þannig á hinum stöðunum og við erum ekki endilega að gera ráð fyrir að það verði þannig. Við gerum þá ráð fyrir að þar séu í rauninni sveitafélagið þá að annast þjónustu fyrir Hitaveituna og selja sína þjónustu. Því að við erum þá með starfsfólk áhaldahúsa og þjónustumiðstöða sem eru að sinna þessu ásamt öðrum verkefnum og við erum ekki að gera ráð fyrir að starfsfólki sé að færast yfir. En hins vegar, reksturinn verður alfarið á ábyrgð Hitaveitunar en að hlutið til er þetta þjónusta sem að Hitaveita kaupir þá af sveitafélaginu. Ég veit að þetta svarar ekki alveg nákvæmlega því sem við erum að leita eftir en það var búið að setjast yfir þetta og niðurstaðan með voru í rauninni algjörlega sammála í lokinu að þetta væri skynsamleg leið. Þakkum Birni fyrir þetta. Mælendaskrá er opin. Ef eitthvað vil taka til máls undir þessum lið. Ef það er ekki, þá ætla ég að fara hér aftur yfir tillöguna sem er lögð fram. Sveitarstjórn samþykkir að vatnsveitur og fráveitur Borgarfjarðarhrepps, Seyðisfjarðarkaupstaðar og Djúpavogshrepps sem hafa verið reknar sem B-hluta fyrirtæki sveitarsjóðanna verði sameinaðar og færðar undir Hitaveitu Egilsstaða og Fella ehf. Ásamt Hitaveitu Djúpavogshrepps. Yfirfærslan miðist við bókvært verð eigna og skulda í lok september 2020. Þeir sem eru þessu fylgjandi gjöru svo vel og gefið merki. Þetta er samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að síðasta lið þessa fundar sem er 7. liður og lítur að fundartíma sveitarstjórnar. Þar er lögð fram eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að fastur fundartími hennar verði annar miðvikudagur í mánuði að júlí frátöldum og að fundir hefjist klukkan 14. Fundarstaður verði auglýstur fyrir hvert fund en stefnt er að því að funda víðsvegar sveitarfélagið. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að boða til aukafundar næstkomandi miðvikudag 14. október 2020 klukkan 14. Mælendaskrá er opin ef eitthvað vil taka til máls undir þessum lið. Þetta sem lítur að því að við ákveðum fastan fundartíma sveitarstjórnar og svo þennan næsta fund þar sem við tökum til síðari umræðu ýmislegt af því sem hefur verið tekið til fyrri umræðu hér í dag. Júlí eða júní? Júlí. Ef enginn vill taka til máls undir þessum lið, að þá berum við þetta undir atkvæði og ég er nú sem að taka þetta bara í tvennulagi. Ef við tökum fyrst fyrri liðin. Sveitarstjórn samþykkir að fastur fundartími hennar verði annar miðvikudagur í mánuði að júlí frátöldum og að fundir hefjist klukkan 14. Fundarstaður verði auglýstur fyrir hvert fund en stefnt er að því að funda víðsvegar sveitarfélagið. Þeir sem eru þessu sammála gjöru svo vel og gefið merki. Þetta er samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. Og síðari hlutin er þá eftirfarandi. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að búa til aukafundar næstkomandi miðvikudag 14. október 2020 klukkan 14. Þeir sem eru þessu samþykkir gjöru svo vel og gefið. Það verður auglýstur fyrir hvern fund. Já, það verður auglýst fyrir hvern fund. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að búa til aukafundar næstkomandi miðvikudag 14. október 2020 klukkan 14 og fundarstaður verður auglýstur tímanlega. Þeir sem eru þessu fylgjandi gjöru svo vel og gefið merki. Þetta er samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. Þar með er dagskráin tæmd.
Mér langar að þakka fundarmönnum fundarsóknina og það að hafa ekki látið það slá sig út á laginu þó að tæknin hafi verið að stríða okkur og við höfum mist út hljóð hér töluverðan tíma af þessum fundi. En þessum fyrsta fundi sameinaðrar sveitarstjórnar er þá slitið. Takk fyrir.